komið margblessaða sæl, hlustendur og eða áhörundu. Við erum Boltahausinni, Traustið ég og þarna þar byltist hann Kristján. Góður sæl. Góðan daginn. Kalli feskur. Já. Já. Það þýðir ekkert annað, vinur, það þýðir ekkert annað. Nei, það náttúrulega liðið smá tími síðan að síðust að þáttur var, það náttúrulega, það eru bara hlutir að gerist í enska og stundum ekki, þetta svona, það pínu, það svona pínu bið í gangi. Það búið að vera smá gúrka, skulum við segja. Já. Það alveg þannig, og sama tíma þá ég búin að vera mjög upptekinn og þú veikur. Já, ég búin að liggja fárveikur, þannig að við höfum alveg ástæði fyrir smá pásu, en sko við ætlum bara að byrja á því sem að hluti sem við til dæmis ekki rætt neitt af því að það kom upp bara eiginlega strax og við hættum að taka upp síðasta þátt. Þá kom það upp að refsingar Chelsea-manna. Við höfum ekki rætt að Chelsea-menn þeir fá refsingu fyrir hvað? Þú dæmdir fyrir hvað? 73 brot? 74 brot. Já, mismunandi reglubrotum varðandi ólöglegar greiðslu til óskráðra umboðsmanna á árunum 2011 til 2018. Þetta var undir þegar Roman Abramovich var eigandi, sem sagt. Nú bara, sem sagt, í raun og veru getur sagt að sektin eru 10 milljónir punda og það bara beinsekt, þar að segja það bara ein greiðsla sem farið fram á. Nú, annar hluti refsingarinnar félagsskiptabannið, þar að segja skilorðsbundið félagsskiptabann í 2 glugga og það virkjast aðeins ef þeir brjóta af sér aftur á skilorðstímanum. En það engin stigafrádráttur. Það var hins vegar talað það ætti að refsa með stigafrádrætti, en þeir ákveðu sem sagt að hætta við það í ljósi þess að Todd Boehly skýrði frá því sjálfur, eða þar að segja tilkynnti brotin sjálfur. Og það var til þess að refsingin varð minni. Nú langar mig bara að skjóta strax. Við erum búin að tala alltaf í þessu þætti. Það brot Manchester City. 115 ef mann rétt brot sem að við að tala þar. Þannig erum við að tala til dæmis þessi dómur, það ekki bara fyrirmynd á það hvað City mun fá? Já, ég líti ekki þannig á, því að við skulum bara hafa það hug hvernig þetta orðað. Refsingi var minni í ljósi þess að það var gríðarleg samvinna frá Chelsea-mönnum og þeir voru tilbúnir að opna sína bækur, en á sama tíma það þannig að City búin að berjast með kjaft og klóm á móti öllu sem hefur verið beint að þeim. Þannig ég ætla bara að trúa því og treysta því að þetta verið gert faglega. Þannig að raun og veru sönnunarbyrðin erfiðari gegn City. Já, við skulum allavega hafa það á hreinu að þeir vilja ekki opna neina bækur fyrir neinum, sko. Hvernig ætlar að sanna það að einhver hafa labbað burt með fulla tösku fulla peningum? Já, væntanlega, úr því að það komin ásakanir ýmislegt, þá væntanlega eitthvað á bakvið það. Já, nei, nú bara komið með það, veist. Já. En veist, ég lít bara þannig á, ef að þetta sé staðan, að það orðað þannig að Chelsea var með mikla samvinnu og þar að lindi var engin stigafrádráttur, eingöngu 10 milljónir punda í refsingu og félagsskiptabann í 2 glugga skilorðsbundið. Þannig að þá getum við bara gert ráð fyrir því að í ljósi þess að Manchester City hefur ekki verið með neitt samstarfsvilja frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu, það hlýtur að því það að refsingin verður gríðarlega hörð. Ég get ekki sé gríðarlega hörð, ég meina, Chelsea, þeir eru sekir. 70 eitthvað brot eru sekir. Á hverju vera ekki afslátt af 74 brotum? Það hlýtur að vera vegna þess að þeir álykta þannig að brotin hafi ekki verið
hvað ég segja, þau hafa ekki verið ofboðslega hörð brotin, ef við getum notað þetta orðalag, en allavega þessi eðlis að Chelsea menn játtu brotin og meiri sé að bentu á fleiri hluti sem að voru gerðir sem væri refsiverðir og nýjegandinn Boyle, hann segir frá þessu að fyrir hendi og það er það sem er verið að horfa til. Ekki brotið minn að maður sér það. Chelsea má fá Eden Hazard til dæmis út á þetta. Já. Liðið sem Manchester United voru eftir honum. Já. Voru næstíð búin að fá hann. Nákvæmlega. En út á þessu greiðslum fær Chelsea hann. Chelsea menn verða mistarar og hvaðina og... Algjörlega. Nei, nú er ég bara að koma með en ok. Þannig mér finnur mína parta, þá finnst mér líklegt að refsingar sitt í verði kannski pínu meira, aldrei meiri sekt og búð. Mér finnst það fyrirheit á hvernig dómurinn á sitt í verður. Já, ég veist, ef að hérna ef þið verða dæmdir þar að segja. Ef sektin verður sönnuð, þá hlýtur maður að fara fram á það að það verður hámarksrefsing. Já, ég ætla að sjá það, en ok. En Chelsea menn orðnir búin að gera hreint fyrir sínu dyrum og labba hreinir inn í þetta mót sem að hefst eftir, 2 vikur? Já. Nú, já, það er bara svo óvænt tíðindi í seinustu viku að Mohamed Salah, fyrirverandi leikmaður og stjarna, Liverpool. Hörðu, hann er mættur til Tyrklands. Já. Hann valdi Tyrkland og öllu stöðum og meiri sé ekkert stærsta liðið í Tyrklandi. Hann velur Trabzonspor. Þetta er náttúrulega lið sem er sofandi risi. Við skulum bara byrja þar. Þetta er sofandi risi. Þetta er lið sem að hefur orðið meistari. Þetta er lið sem að hefur verið að spila bara mjög vel og náði 3. sæti síðast ef maður rétt. Og er líka vaxandi og núna náttúrulega með komu hans þá eru þeir með ákveðna yfirlýsingu og við erum mjög að tala um það að það eru fleiri leikmenn á leiðinni. Nú Darwin Núñez er komið þarna líka held ég og þetta er klúbbur sem ætlaði sér miklu og stóra hluti. Nú á bara fyrstu klukkustundunum þá seldust 18.000 ársmiðahafar og miðar segi ég og við erum að tala um það þurfti 25.000 til þess að salan eða kaupin fyrir ekki á sala borguðu sig og þannig að það hlýtur að vera búið að gerast núna, ég trúi ekki öðru. Þannig að það segir sig sjálft. Fjárhagslega fyrir klubbin er þetta allt í lagi. Já, ég meina, Salah, ég held að hann hafi 23 milljónir evra á ári. Já. Það hafi eitthvað 275.000 pund á viku fyrir skatta. Jú. Og svo dílaði hann er með 25% af sölu allra varninga sem er tengt honum, hvort sem að treyjur eða einhvers konar fígúrur eða treflar eða borðar, allt sem bara með nafninu hans á. Akkurat. Ég held nefnilega, þegar öll er botnin hvort, þá er þetta samningur sem er frábær fyrir hann og samningur sem er frábær fyrir Trabzonspor. Nú, við getum líka bara hort á þetta þannig. Af hverju fer hann til Tyrklands? Já. Er það ekki bara vegna þess að liðin í Sádi-Arabíu voru ekki tilbúin eitthvað svona? Hann var nefndur til Bandaríkjanna líka, það hefði bara aldrei gengið fjárhagslega fyrir deildina held ég og saman tíma er það þannig að því að það er náttúrulega þak og það eru flest lið komin með einstaklinga í sín lið sem eru komin yfir þakið. Þeir mega vera með með minni 4 leikmenni fyrir ekki 4 leikmenni hverju liði yfir þaki. Já. Og þannig að það hefur erfitt að koma fyrir þar. Ég get ekki séð annað en ástæðan fyrir því að sé fara til Tyrklands er einfaldlega vegna þess að Tyrkirnir voru þeir einu sem voru tilbúnir að bjóða honum
nákvæmlega, bjóðunum ofsalegan samning, bara svakalega. Og svo getum við líka bara horft til þess. Sala átti down tímabil síðast, það vita það allir. Bara allir upp liðið, Já, akkurat. eins og lagði sig. Já, og það var allt liðið eins og lagði sig. Sala á hellinginni, hann enga með búinn og við erum að sjá það. Einnig að komi líka í þessa deild og verður náttúrulega bara langt besti maðurinn í deildinni. Já, hann bara að spila í Evrópukeppnunum. Þeir í Evrópukeppnum? Þeir eru lendið 3. sæti. Já, ég held að Trabzonspor sé ekki í Evrópukeppni. Ég ætla ekki að fullyrða það. Ég held að setja engin hætt á því að Sala til dæmis muni nokkuð mæta Liverpool núna. Já. Einhverjum, já, ég held það. En þú kannar þetta meðan að ég ætla að renni næsta sem að við náttúrulega fórum vel yfir í síðasta þætti FIFA ruglið allt saman. Infantino ævintýrið og FIFA menn þeir skelltu í neyðarfund fyrir smá síðan og samkvæmt því sem að fjölmiðlar eru búin að komast að var að Infantino hann mun sitja fastur fyrir, þetta verður ennþá mun áfram sitja sem forseti FIFA og Infantino mun einnig og búinn að senda bréf til ráðamanna FIFA þar sem hann biðst afsökunar á mistökunum sem að gerð voru í missetnari áætlun að selja hluta í mótum sambandsins. En nú búið að koma upp á, það eru sambönd sem að spá að slíta sig bara frá FIFA. Já. UEFA til dæmis, það eru nokkuð hávart og raun og veru fleiri sambönd sem eru bara virkilega óánægð með hvað sem maður gerði. Ef Infantino vill meina það að þetta voru mistök, ég gerði þetta óvart, þá hann raun og veru að segja allir séu vitleysingar. Þá hann bara að segja það. Því að það klárt mál, allt sem hann gerði þetta greinilega á bak við luktadýr. Ásettur á því, bak við luktadýr. Já. Og ætlaði að keyra þetta áfram af því að hann væri forseti FIFA. Akkurat. Það vissi vel engir af þessu innan FIFA. Sem að þýðir bara það, Trausti, að hann var ekki að gera þetta heilum hug. Hann var að gera þetta meira fyrir sjálfan sig heldur en nokkuð með fyrir FIFA. Já. Og fyrir fótboltann. Já, og ég horfi bara þannig á það núna að mér finnst í raun og veru gildi FIFA hefur farið niður á við og það honum að kenna. Mér finnst líka bara trúverðuleiki FIFA vera brotinn, sérstaklega ljósi þess að hann verður greinilega eitthvað áfram. Það málið. Það nefnilega málið. Hörðu, svo hinn eini sanni Rashford sem við búin að tala þessum. Hann mættur aftur til Manchester. Já. Hann farin að æfa með Manchester. Hann hefur búin að fá nýtt númer. Já. Hann búin að fá núna númerið 14, sama númer raun og veru hann var með hjá Barcelona. Og já, samkvæmt svona nýstallaðan þá ætlar hann að reyna að vera með þeim í vetur og hvernig sérðu það? Bara eftir allt sem búið að ganga á. Sko, ef við ætlum að skoða bara hvernig ferillinn hans búin að vera undanfarin ár bara, þá getum við ekki sagt að þetta hefur verið eitthvað frábært. En þetta var hins vegar ágætt hjá honum í Barcelona. Og svo segir bara Barcelona, nei, kallið minn, þú stóðst bara vel, en við ætlum ekki að taka þig. Og þetta segir mér það hlýtur að vera út af karakter hans. Það hlýtur bara að vera, maður hlýtur að álykta það að drengur sem stóð sér vel knattspyrnulega séð verður ekki áfram hjá liðinu sem að var með frábæra klásúlu þessu kaupan og Klink skiluru, að ástæðan fyrir því að þeir vilja ekki fá hann
einfallega vegna þess að karakterinn hans ekki að passa. Það hlýtur að vera. Men þeir keyptu, Barca keyptu leikmann á miklu herra verði heldur en nokkuð tíma þurft að borga fyrir Rashford. Algjörlega. Og svo náttúrulega getum við líka hort til tíma hans hjá Aston Villa, það var ekkert frábært tíma hans hjá United síðustu ár hefur bara verið hræðilegt, en nú þetta þannig að hann bara komin ákveðin botn gagnvart United og hann þarf að spilna frá botninum. Já, og hann þarf virkilega að sýna svo sanna. Mér fannst hann eiga kapla á heimsmeistaramótinu sem var allt í lagi, en ekkert meira en það. Nei, forvinnilegt að sjá hvað verður úr þessu allavega. Já, en heyrðu, að við vorum að tala um Mo Salah, þá Trabzonspor að fara að spila í Evrópukeppninni. Þeir að fara að spila í Evrópukeppninni? Já. Ok, geggjað, takk fyrir að koma með þetta alveg á hreint. Ég að sjá hana bara það alveg nýjasta nýtt. Þetta bara ferskt að Monaco hefur tekið ákvörðun að rifta samningi franska miðjumannsins Paul Pogba. Þetta kemur fram í franska miðlinum í Nice Martin í dag. Ok. Já. Pogba hefur orðið einu sinni orðið fyrir meiðslum í Monaco. Frakki meiddist aftan í læri og æfingu liðsins og komin aftur á sjúkralistan. En hann samdi við Monaco á síðustu ári eftir að hafa tekið út 18 mánaða bann fyrir brot á lyfjareglum. Já. Og Pogba vonast til að fá nýtt upphaf hjá félaginu eftir erfið ár þar sem að meiðsli settu stöðustríka reikninginn og honum hefur þó ekki tekist að hrista þau af sér. Og Monaco, þeir eru búin að gefast upp og reyna að koma ferli Pogba aftur á stað og nú vinnur bara félagið í því að rifta samningi við hann. En einn knattspyrnumaðurinn sem að raun og veru, já, ég ætla bara að segja þetta er frábæra fótboltamaður, en hann er bara rústa öllu gagnvart ferlinu. Þetta er stórfurðulegt. Það er dýrt að hafa stórt ego. Sína ábúðslega gæði, hann er búin að spila með stórkostlegum liðum og svo hann náttúrulega tekinn með ákveðin lið og allt þetta, og síðan þetta þessi símeiðsli hans, þetta er sorglegt. Já, svo náttúrulega egoið. Já. Það var ágætt á sínu tíma. Já. Hörðu, leikmann sem heitir Calvin Phillips, þú kannski valla mannst eftir honum, hann var nú, já, ok, hann var nú, þetta var nú rosalegt efni. Heldur betur. Og var svo keyptur til Man City 2022 og bara hefur ekki sést síðan. Aldrei fundið taktið á þessu 4 árum. Þessi leikmaður, hann er komið til Sheffield United á lán. Það er ekkert annað. Já, raun og veru Sheffield er 3. liðið sem að fer á lán sem leikmaður hjá City. Hann hefur verið hjá West Ham og svo Ipswich. Akkurat. Það var spurning hvort hann nái að koma einhverja stað aftur, blessaði maðurinn. Það er spurning, við vonum það. Hann er náttúrulega, með fótboltamenn í dag og ná eftir, hann voru 30, sko. Já, hann á 6 ára eftir. Sirka. Kornungur maðurinn. Hörðu, leikmannamarkaðurinn núna sem búið að gangi enn skórasteldinni. Þú ert eitthvað með svoleiðis listað það ekki? Jú, það er eitthvað sem ég er með hérna. Já. Nú, ég ætla bara að fara aðeins yfir bara, helstu liðin. Já. Arsenal, það er náttúrulega bara heldur áfram að vera bara stórkostlegu gluggi fyrir það. Þeir náttúrulega losið sig við Jakob Kivior sem að fór til Porto og Kristján Nøðgaard fór til Everton. Nú síðan fengu þeir Hinshape, Ilian Mestler og Christos Tsolis og núna nýverið Bruno Guimaraes fyrir 75 milljónum punda
frá Newcastle, enn eitt leikmaðurinn fara frá Newcastle, þetta er bara Enn einn magnað og leikmaður. mögnu kaupi á Arsenal. Hugsaði miðjan hjá Arsenal, hún verður rosalega í vetur. Hún verður bara svakaleg, það er bara þannig. Já, Nú, ég ætla að hlaupa þessi Chelsea, það er náttúrulega svo sem að fór stæðsta nafnið, það er Marco Corella sem fór til Real Madrid og Andri Santos náttúrulega farin til United og vandraði gemlingurinn Garnacho að láni til Villa. Chelsea menn hafi verið duglegir að versla. Þeir náttúrulega Morgan Rodgers 170 milljón punda, Maxence Lacroix 52 milljón punda, Marco Palestra 47 milljón punda, Giovanni Quenda 40 milljón punda, Jordan Henderson kom inn og hvað heitir hann aftur? Akkurat datt úr mér. Gamli strækirinn, gamli kallinn. Vá, Welbeck. Já, nú Manchester City, Elliot Anderson kom inn og James Trafford fór til Leeds. Manchester United, Santos frá Chelsea sem tölum áðan, Júri Tielemans 35 milljónum punda og Karl Darlof sem kom frí. Nú mínum enn í Tottenham, það er náttúrulega Sean Paul Van Heck frá Brighton, Marcos Senesi, hann kom frýtt og Martin Dubravka kom frýtt. Nú Liverpool, þar eru þínir menn búin að vera mjög þöglir í þessum glugga. Það er Victor Munoz kom að 34,5 milljónir punda og núna nýverið Ronald Araujo að láni frá Barcelona. Já, á lán með kaupsamningi, með möguleika á kaupum. Já, sem að eru hvað, 45 milljónir punda eitthvað svoleiðis? Eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg tunna, það var undir 50, 45-6 milljónir punda. Nú ætla ég að spyrja þig, að því ég er búin að heyra svo margar hliðar hvað þessu lánsamningi á þessum leikmanni. Hvernig líst þér á drenginn? Raun og veru, heilt yfir, þá vantaði eitthvað hana. Já. Það vantaði eitthvað og ég held að þetta sé bara mjög sniðugt því að Liverpool er með marga mjög unga, einhvern alltaf meittum líka og svo ungu, jú. Sem er kannski ætlað til að detta hann inn. Svo getur vel verið að Liverpool bara ef að stendur sig vel. Þið bara kaupa hann. Því vanda ekki er náttúrulega að reyna þetta samning. Já. Hvort að Rojo taki bara við keflinu með einhverjum hvolp. Maður veit það ekki. Það er spurning. Núna er þetta drengur sem er náttúrulega búin að vera fyrirliði í Barcelona. Já. Hann er búin að spila mjög mikið að leikjum fyrir þá. Hann er með mikla reynslu. Þetta er drengur sem að er miðvörður að upplagi og getur líka list hægri bakvarðstöðina. Sem er alveg mjög gott mál, sko. Sem er bara nauðsynlegt fyrir Liverpool. Já, hún er alveg en ég er hins vegar búin að heyra mjög margar raddir frá Liverpool-mönnum sem að bara tala um það að þessi drengur sé ekki alveg góður fyrir Liverpool. Ég bara skil þetta ekki. Nei, það skil ég svo sem ekki, sko. Ég held að það vantaði menn. Mér finnst það bara svona nokkuð bara ok, þetta er bara góð lausn í bili, þetta er svona aðeins fyrir að stoppa í götin, sko. Já, algjörlega. En það þurfti að stoppa í götin og þetta er allavega smá stopp. Ég býð hann bara velkominn og hann að hlaka til að sjá hann spila og gaman að sjá hann á vandag saman. Heldur betur. Algjörlega. Svo náttúrulega, þurfum við alltaf að tala um það, allir sem eru farnir frá Liverpool, þeir eru all nokkrir, sko. Já. Svo náttúrulega Barcola málið, þetta er ennþá bara að veltast það veit engin neitt. Allavega ekki svona dúndar þess að við, en það kannski er einhverjir sem vita náttúrulega eitthvað, en ekki við. Nákvæmlega. Þannig að já. En það er náttúrulega líka það sem er áhugavert að gerast gagnvart Liverpool, svo höldum aðeins áfram með það. Það er ákveðin fjárfestingahópur sem er að reyna að kaupa 30-33% hlut í Liverpool. og
Við erum, jú, að tala um mjög efnaða einstaklinga. Töluvert. Já, það er náttúrulega hann Amit Bhattacharya, leiðtogi hópsins, bresk-indverski fjárfestirinn. Hann er, hvað segja, nafnið á bakvið samninginn þar sem að dró upp samninginn, sko. Nú, hann var náttúrulega áður með Queen's Park Rangers, en stóra nafnið sem allir þekki er Jeff Bezos, stofnandi Amazon. Og hann er eitt ríkasti maður í heimi. Þetta er drengur sem að hvað segja, er raun og veru að stíga sem fyrstu skrefi, ef þetta gengur eftir þar að segja, stíga sem fyrstu skrefi því að eiga knattspyrnulið. Nú, hitt nafnið sem er líka stórt, það er Eduardo Saverin, með stofnandi Facebook. Já. En hann var sem sagt áður í hópi fjárfesta sem að reyndu gagnvart Chelsea 2022. Já. En hvað getur sagt að þetta þýði raun og veru fyrir Liverpool og fyrir FSG? Nú, það er talað um það að John Henry muni sem sagt starfa áfram og muni vera sem sagt áfram stjórnarformaður. En þetta er hins vegar skref í átt að því að hugsanlega erum við að fara að sjá það að hann muni hverfa bara næsti árum, og það sem að sögursættin segja að þessi sem það er bara að tala um 30-33% hlut, að þetta verði hins vegar 45%. Ok. Þetta er sko, ef að þetta myndi ganga eftir, þá náttúrulega erum við að sjá sko verðgildingu Liverpool fara upp úr öllu valdi, en innkoma svona öflugra fjárfesta mun náttúrulega styrkja fjárhagslega innviði félagsins til framtíðar, myndi var að halda alveg klárlega. Og ég tel að þetta geti verið áhugavert að fylgjast með. En samt svona batteri og risa batteri eins og þess að tala um, þeir vilja sjá gróða, sko. Þó þannig væri, en það þýðir bara líka það að sko, ef að þessi menn vilja sjá gróða, þá verða líka átt að sjá því að þeir hljóti að gera það. Það þarf að eyða. Það þarf að eyða peningum, og það þarf að haldast í hendur við það að það þarf að ná árangri með liðið. Já. Þetta gæti verið áhugaverið tímar í Liverpool. Já. Kunni bíða og sjá hvað gerist. Hörðu, það er að vera að segja frá því að Fenerbahce hefur náð samkomulagi við Napoli kaup á belgíska framherjunum Romelu Lukaku. Ok. Já, kaupverðið sagt vera 5,12 milljónir punda auk mögulegra bónusgreiðslna, og Lukaku er sagður reiðubúinn að skrifa undir samning við tyrkneska stórliðið. Og nú brottför Lukaku gæti jafnframt haft áhrif á næstu skref hjá Napoli á leikmannamarkanum. Ítalska félagið sagt þurfa að selja 2 leikmenn áður en það getur gengið frá frekari kaupum. Nú, Gabriel Jesus, framherji Arsenal, er með að þeirri sem Napoli hefur augastað á. Já. Nú, eins og við vitum þá er hann komin á síðasta ára samning hjá Arsenal, og Arsenal, hvað er að tala um 15-20 milljónir punda fyrir hann? Jú. Þannig að það getur komið sem á hreyfing þar. En það virðist vera leikmenn að fara að dælast aðeins til Tyrklands. Það er bara, þessi deild er komið greinlega sko mjög sterkar fjárfesta segja á bakvið klúbbana. Já. Og þetta verður bara frábært ef að það gengur eftir, því að akkur ekki Tyrkland. Já. Maður svo sem, ég ætla svo sem ekki að spyrja mig, sko, því að ég held að menn myndi vera, áfram í stóru liðunum eins og menn svo Sala, en nei, það virðist ekki vera, og þetta virðist ætlað. Já, þetta er raungerast. Algjörlega.
Það alveg þannig, svo er hérna, sko, Enzo Maresca, nýr knattspyrnustjóri City, hefur skýrt hvers vegna Erling Haaland er ólíklegur til að taka við fyrirliðabandinu hjá félaginu. Ok, En komdu með Haaland er hluti af fyrirliðahóp City og var meðal fyrstu leikmanni sem höfðu samband við Maresca eftir að tóku við að Guardiola. Og hérna Maresca segir að hann hefur haft á reglu, til dæmis hjá Leicester og Chelsea, að fyrirliðin komi að hliðarlínunni eftir að liði skori til að fá leiðbeiningar frá þjálfara teiminu. Og ef hann sjálfur skorar má hann auðvitað fagna, en ef Erling er fyrirliðin þá eru við vandræðum, segir Maresca. Hvað? Ok. Hann er að útiloka Haaland frá því að vera fyrirliði að því hann er að skora mörk, skilur við. Veist það, mér finnst þetta fáránleg útskýring. Veist það, ákvæmlega skrítin, sko. Veist, come on, við erum að tala um það, hvað á fyrirliði að gera? Hann á að vera drífandi fyrir liðið. Hann vill sem sagt að leið og liðið skorar, þá sjálfarinn að koma á hliðlinni og fá fyrirmæli frá einhverjum. Ég meina, come on, hvaða fyrirmæli eiga að koma eftir að liðið var að skora? Segjum það að, hérna, Herðu, var það ekki mikið í fyrra muniði, bakki vörn, manst ekki? En come on, segjum að liðið skori á fyrstu mínútu, 1-0 komnir yfir. Á hann að hlaupa beint á hliðarlínu og fara að tala við Maresca. Hvað er að gera núna, Maresca minn? Eigum að fara að bakka í... skilur 89 mínútur eða skilur, veist, þetta er svo galið, gjörsamlega sturlað. Já, en þetta virðist vera, já, þetta virðist vera. Herðu, ég ætla að renna yfir nýjasta slúðrið. Það er bara nýjasta, það er sagt að Manchester City er nálægt til að semja við Boatti, 18 ára frá Lille. Franska félagi metur þennan marakóska miðjumann á 100 milljónir evra eða 85 milljónir punta. Hvað er að verða að verð með á, hvað þeim er á einhverjum svona ungum mönnum? Ég er að skoða hvað er að gerast? Skýrt ekki. Herru, Real Madrid hefur áhuga að fá spanska miðjumanni Martin Zubimendi frá Arsenal. Það er spurning hvað gerist þar. Nú, já, og eins og ég talaði með Gabriel Jesus og Napoli, þá var sagt í nýjasta slúðri að Gabriel Jesus er opið fyrir því að ganga til liðs við Napoli í sumar. Nú, og Róma hefur átt í viðræðum við umboðsmann Gabriel Martinelli möguleg kaup frá Arsenal. Nú, Barcelona og Tottenham hafa nýlega kannað stöðu Harry Kane hjá Bayern Munich. Já. Með þó veiku von að fá hann í sumar. Og ég segi svo von sé eiginlega engin. Eða hvað finnst þér? Ég veit það ekki. Nei. Ekki segja bara það svo von engin. Ég held ekki, ég held að hann sé alveg bara við að fara að skrifa undir nýja samninga Bayern, sko. Ég finnst líklegt bara reynilega að hann klári bara ferilni þar, sveimir þá. Já. Hörðu, Manchester City eru meðvitaður áhuga Nottingham Forest á Reinders, þessum hollenska miðjumanni sem City keypti frá AC Milan síðasta sumar. Þeir keyptu hann á 46 milljónir punda. Það spurning hvað Forest þurfa að borga, maður veit það ekki. Nú, við tölum þessu Bradley Barcola. Það er sagt að hann hefur gefið Liverpool grant ljós þrátt fyrir að Arsenal hefur gert seint áhlaup á franska sóknarmanninn. Og tala að Barcola sé metin á 130 milljónir punda. En Arsenal, þeir geta ennþá rétt á styrunum og það er orðrómur það að Arsenal sé að vinna í því. Algjörlega. Að stelunum og annars hefur nú gerst í þessari deild. Heldur betur.
og Liverpool með að halda áfram að vera svona draga lappirnar, vera lengi að hlutunum eins og með svona þá er þetta bara í hættu. Það er bara þannig. Þannig að hérna, já. Hörðu, Real Madrid hefur enn áhuga á Sandro Bastoni, leikmanni Inter, og Adam Wharton, leikmanni Crystal Palace. Og það satt að félagi stefni að því að ganga frá 3 leikmannakaupum í viðbót í sumar. Það er nóg að gera hjá Real. En Wharton er líka orðar við önnur lið innan Englands. Það er svona ýmsar háar raddir hina þessi lið. Svo þetta skondir að hann að Pierre-Emerick Højbjerg, hann er náttúrulega miðjumaður Marseille í dag, Marseille og náttúrulega Danmerkur. Hann hefur hafnað möguleikanum á að ganga til liðs við Newcastle. Hann sagði bara nei. Já, nei takk. Bara nei takk. Ég vill ekki fara þangað. Hvað er það að segja Newcastle? Þeir eru bara að selja fullt af mönnum. Já. Svo ætlar hann að fá Højbjerg og hann bara, þið minnir mér að liðin hefur við búin að semja milli sín og Højbjerg bara, nei, ég vill ekki hanga. Já, þetta þýðir bara það að leikmennir eru bara með ákveðna skoðun á klúbbnum í dag. Þetta er klúbbur sem var að niðurleita. Ég les það bara þannig að leikmenn sem eru þar að segja, sem að Newcastle sækist eftir og hafa verið að neita, þeir horfa bara þannig á það. Newcastle menn eru á niðurleit. Já, það er það. Hörðu, Manchester United íhuga nú að gera tilboð í David Raum, 28 ára vinstri bakvörður RB Leipzig. Já. Og eftir að félaginu tókst ekki að fá Jade Spence, þá er þetta næsta skotmark. En einmitt Spence, sem er bakvörður Tottenham, er aftur orðaður við Inter, eftir að ítalska félaginu mistökst að fá Moussa Diaby. Hann er að spila í Saudi. Nú West Ham er viðræð með Arsenal kaup á Reece Nelson. Já, enska kantmaðurinn hefur verið á láni hjá Brentford og Fulham síðustu 2 tímabil og nú West Ham allar reyna að ná honum. Þeir eru að reyna að styrkja sig, allar reyna að koma upp aftur. Já. Þannig að já. Ertu með eitthvað meira? Herðu, það er náttúrulega Evrópukeppni framöndan. Já. Við erum jú að tala um það að Valsmenn er að koma til Danmerkur. Þetta er núna á 5. kemur. Þeir eru að fara að mæta Norð-Sjeland og hitt er hann að mála að Valsmenn eru í frekar miklu vandræðum þar sem þeir eru 2-0 undir. Já. Og svo er það hinleikurinn sem að er bara ennþá verri. Það er að segja Víkingur Reykjavík er að taka mótið Þönn. Og þar eru leikar 0-3 fyrir Þönn, þannig að það verður ríkalega erfitt. En ef, við ætlum bara að lefa ykkur að trúa því að íslensku liðin geti strítt þessum liðum. Við ætlum bara að lefa ykkur að trúa því. Herðu, þá ert nú að tala Víking, þá er bara nýtt að sóknarmaðurinn Sveinn Aron Guðjónsson er genginn raðir Víkings. Hann skrifaði undir samning út árið. Sælir. Já. Ég er steinhissa. Já. En frábært fyrir Víkinga og þetta er drengur sem að getur eitthvað í fótbolta. Já. Það er alveg þannig. Hann er komið til Víkings og mun verða þar út þetta tímabil. Frábært. Hann er spurning hvort að við veitum ekki hvort það verður í hóp, maður veit það ekki, en þetta er staðfest. Já. Æðislegt. Þannig að, já. En við ákvaðum það að við ætlum að taka upp þátt aftur fyrir, eða sirka næstu helgi. En
það er leikur, er það ekki á morgun? Akkurat, ég held að væri búin að gleyma honum kallinn minn. Nei, kallinn minn. Nei. Það er leikur á morgun, það er Paris Saint-Germain á móti Aston Villa. Þetta er Super Cup. Það er að segja UEFA Super Cup Final. Þetta er náttúrulega, Paris Saint-Germain voru meistarar. Evrópumeistarar? Já, það er að segja í meistaradeildinni og Aston Villa í Evrópudeildinni. Já. Þetta er meistaradeildarmeistarinir og Evrópudeildarmeistarinir að etjast. Já, og nú ætla ég að biðja þig að spá, ég ætla að fá að spá frá þér. En áður gerir það, bara svo ég ætla að koma 5 síðustu hjá báðum liðum. Ok. Paris Saint-Germain, 2 jafntefli, 2 töp, 1 sigur. Aston Villa, 3 töp, 2 sigrar. Ég ætla samt að spá svona 3-1 fyrir París. Þú segir 3-1 fyrir París, ég er að skrá þetta sko. Já, skráðu þetta. Þú segir 3-1. Já. Ég ætla hins vegar að segja 2-1. Villamenn eru orðni veikar en voru fyrra. Já, það er enda rétt. Þeir hafa ekki, þeim vantar en þá leikmenn. Og ég held bara því miður að Villa verið kannski ekki alveg á sama stað og þeir voru á síðustu leiktíð. En einmitt í næsta þætti þá ætlum við að fara vel yfir þetta. Við ætlum þá að gefa út okkar spár, hvernig við spáum, hvernig enska úrvalsdeildin mun fara í vetur. Eins og við gerum alltaf fyrir hvert einasta tímabil. Og Trausti, ég er 90% komið með þetta. Hvernig gengur þetta hjá þér? Ég er svona 5% búið með þetta. Ég er búin að vera veikur. Ég er búin að vera veikur. Já, en þú varst þetta mjög veikur. Mér leist ekkert á þetta. Já. Ég vissi ekki hvort þetta ringi á sjúkrabíli eða líkbílinn. Ég var ekki alveg viss Ég hefði örugglega skriðið bara orðið í kistuna sko þegar komið líkbílinn. En ég ætla að fara að skoða þetta. Ég er alveg með aðeins í hausnum sko. Já. Þú ert búin að vera að gera smá heimavinnu. Já. Þetta er ekkert kominir á blað sko. Nei, ég hef komið þar alveg sko. Já, mér hlakka til að sjá. Við vitum náttúrulega svennilega, við vitum ekkert hvernig hver okkar spáðu. Nei. Og þar náttúrulega fyrir við hverju við höldum að muni falla og endum sjálfsög hverju lendi meistaradeild og svo hver verður Englandsmeistari. Og við ræðum ekkert á millugar hvernig spán okkar er. Þannig að ég ætla að gera mikið grín að þér fyrir hvernig þú ert að fara að spá, bara svo vitur það. Ég þykist vera nokkuð viss um það og þú mun gera það og ég ætla bara að segja sömuleiðis. Nákvæmlega. Er þetta ekki bara ágætt hjá okkur við allar að komum inn og fórum yfir svona helstu málin? Já. Kristján minn, það kom að þér. Já, þakka fyrir. Það komið að þið, kæri vinir, endilega deilið þættinum, ítið á subscribe-takkan. Og annars ég ætla að nefna líka reyndir, ég ætla að gera fyrst árið fór í þetta, að það er að við erum náttúrulega komnir á YouTube, við erum eins og búin að vera á Spotify og svo nú nýmerið erum við komnir á lista hjá Lumminni. Já, þannig að þú séð okkur inn á Lummina og funduð okkur þar. Akkurat. En næsti þáttur verður við skulum segja bara enn betur undirbúin en þessi. Já. Við bara ákveðum að hendi þátt af því að það er búið að krefja ykkur þátt. Já, algjörlega. Og það er heila málið. Við erum með afsakanir fyrir því af hverju var svo mikið bíl. Nákvæmlega. Þú varst veikur, ég var upptekinn, svona er þetta bara stundum. Svona er þetta bara. Já. Við strákanir, Trausti og Kristján þökkum kærlega fyrir okkur að sinni. Hafa það frábært. Þangað til næst. Verið sæl.